Já, sæl aftur. Við erum búin að fá þriðja viðmælandann. Hann reyndar ekki á staðnum, hann suður á landi og heitir Guðrún Hafsteinsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. Vertu velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Ertu á kontornum vínum í Hveragerði? Það sem þú býrð? Ég á minni, ég á minni heimaskrifstofu hér bara í mínu húsi í Hveragerði. Já. Og það notalegt að geta sest hér niður svona í rólegheitum og ekki, ég búin að dvelja langdvölum í bílnum út allt kjördæmi, þannig að það gott að sitja hér heima. Guðrún, þú komst eiginlega eins og eldflaug inn í pólitíkina, það má eiginlega segja það. Þú sigraðir sitjandi þingmann í prófkjöri flokksins fyrir þessar kosningar. Þú hefur starfað hjá fjölskyldufyrirtækinu Kjörís í Hveragerði og varst, ef ég maður rétt, formaður Samtaka iðnaðarins. Þannig að þú ert ekki óþekkt, en nýi pólitíkin, af hverju ákvaðstu að hella þér í landsmálin? Sko, þetta var mjög stór ákvörðun fyrir mig og ég lenti í smá erfiðleikum með að komast að niðurstöðu, verð ég að segja. Því að í lok síðasta árs þá var ég búin að ég hætti sem formaður Samtaka iðnaðarins í lok maí fyrra og svo þegar það fór að líða svona að lokum síðasta árs að þá fór fólk að hnippa í mig og bera þetta upp fyrir mig hvort ég geti hugsað mér að stíga inn á þetta svið og svo ágerðist þetta eftir áramót og það bara þannig að eftir sem að símtölu vera fleiri og samtölu fleiri og þá fer maður á einhverjum ákveðnum tímapunkti að máta sig inn í þessar aðstæður og spyrja sjálfa sig, hef ég eitthvað fram að færa? Og þegar nákvæmlega svo þú sagðir að ég búin að vera í atvinnurekstri nánast alla ævi, ég hef verið að starfa hagsmunamálum atvinnulífs á Íslandi síðustu 10 ár. Og þegar ég bar þetta svona allt saman, þá hugsaði ég, ég held ég hafi eitthvað fram að færa. Og þannig endaði það nú. Ef við færum okkur aðeins í pólitíkina, þar sem að þú ert að tala fyrir, væntanlega, fyrir þína kjósendur, væntanlega í Suðurkjördæmi. Tökum fyrst heilbrigðismálin. Þú hefur sagt að eftir að hafa farið kjördæmi sé það eftir þér haft að heilbrigðismálin brenni á fólki. Þú segir finna það. Sko, ég veit að þú ert ekki og sjálfstæðismenn almennt hafi ekkert verið mjög hrifnir af heilbrigðispólitíkinni hjá Vinstri grænum á þessu kjörtímabili. Ertu að tala að þú viljið fara frekar inn í einkareksturinn? Ég vil ekki fara kannski eingöngu í einkarekstur, en ég hef talað mjög fyrir því að við þurfum að leita lausna, við eigum í grunni mjög gott heilbrigðiskerfi, en mér hefur þótt dálítið miður að þegar við tölum heilbrigðiskerfið í dag, að þá erum við alltaf að tala Landspítalann. Og fyrir mér heilbrigðiskerfið heilbrigðisþjónusta sem að allir landsmenn, hvar sem þeir búa, eiga rétt til. Það þetta hryggilegt að sérstaklega þegar ég fór af stað í vor í prófkjörinu að finna það að margir íbúar í mínu kjördæmi og ég veit að ég að tala marga út á landi að þeir upplifa óöryggi og fyrir mér það óásættanlegt. Nú við stöndum síðan frammi fyrir því að þjóðin að eldast mjög hratt, eldri kynslóðirnar að verða mjög stórar, það þýðir að það eru sífellt fleiri og fleiri sem munu þurfa að leita þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Og fyrir mér þetta bara einfalt. Ef að heilbrigðiskerfi ræður ekki við verkefni dagsins í dag, eins og það að þá algjörlega útilokað að kerfi geti ráðið við verkefni morgundagsins eða næstu ára. Og því verðum við að leita allra leiða og ég tel að það sé farsælast að við aukum samvinnu á milli opinbers reksturs og einkareksturs. Eitt af þeim málum sem að kannski hefur ekki mikið verið talað í kosningabaráttunni í Suðurkjördæmi, allan ég hef ekki mikið heyrt það eru samgöngumáli við Vestmannaeyjar, en eina ferðina eru þau komin eiginlega bara í uppnám. Eftir að Æsland hættir að fljúga til Eyja. Hvernig hægt að gera þetta til framtíðar þannig að þessi ásættanlega samgöngu við Vestmannaeyjar? Sko, það var náttúrulega gríðarleg samgöngubót fyrir Vestmannaeyjar að fá Landeyjahöfn og fá nýtt skip. Og nú ég búin að sigla mikið með þessu nýja skipi á þessu ári og ég get vottað það að það algjörlega frábært. Þess vegna eru það vonbrigði fyrir Eyjamenn að núna komið vetraráætlun og þá ferðum fækkað
það eru ennþá meiri vonbrigði að flugið hafi verið fellt niður og það ekkert flug núna til Vestmannaeyja og þetta tryggir þetta óöryggi og þetta tryggir óöryggi á svæði þar sem að til dæmis flestar fæðandi konur að þær þurfa að fara upp á land til að fæða börnin sín ef ég tek bara svona einfalt dæmi. Ég hef talað fyrir því og að við verðum að tryggja betri samgöngur, við þurfum að gera það strax, við þurfum að tryggja flug, við þurfum að bæta þá sjúkraflug til Vestmannaeyja. Við verðum að sjá til þess að Herjólfur sé með jafnar og fastar ferðir og við sjáum það þegar, eins og í sumaráætlun þegar skip að sigla að þá bara mjög mikið af gestum að koma til eyjana og vilja vera. En ég hef líka horft til framtíðar og kasta upp þeim möguleika að ég vil sjá ákveðna grunnrannsóknir kláraðar á því hvort að það sé mögulegt að leggja göng til eyja. Og þá þurfum við að hafa það í huga að á síðustu 10 árum hafa orðið gríðarlega tækniframfarir í jarðgangagerð í heiminum og kannski alveg vita vonlaust að bora en kannski möguleiki að sökkva göngum. Þannig að ég vil skoða þann möguleika gaumgæfilega því ég alveg samfærum það ef að þetta gerlegt að göng til eyja myndi borga sér hratt upp. En það kannski svona framtíðarmúsík, göng til eyja. Já, það framtíðarmúsík. En til skemmri tíma ekkert flug lengur til Vestmannaeyja á ríkið að stíga hann inn í. Sko ríkið hefur stigið inn í með að greiða niður flug út á landsbyggðina. Og það auðvitað bara forgangsatriði okkar sem að störfum í þágu þessa kjördæmis að tryggja örugga samgöngur hvað sem þær eru og þar undir eru Vestmannaeyjar og það verðum við að gera. Ég sá grein eftir Bjarna Benediktsson formaðinn þar sem að hann segir að þessar kosningar snúist í fyrsta lagi það að lækka skatta, í öðru lagi að nýta innlenda orku í stað olíu og jarðefna eldsneytis og allir eigi rétt á nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu, óháð efnahag. Hann minnist þess að hins vegar ekki á ákall öryrkja og aldraðra fyrir bættum kjörum sem eru í algjörum ólestri eins og ný skýrsla frá Öryrkjabandalaginu segir til. Af hverju takið það ekki með í þessar áherslur? Sko, þær eru í okkar kosningaáherslum og flokkurinn til dæmis búið að gefa núna út nokkuð ítarlega hugmyndir breytingar á lífeyrissjóða kerfinu og þar með til öryrkja. Nú það hægt að sjá það á heimasíðu flokksins en það rétt að í grein, núna nýlegri grein, að þá talaði Bjarni fyrir því og hann dró fram þrjú málin, þessi 3 mál. En vitaskuld eru þar einnig kjör eldri borgara og öryrkja og ég hef sagt það í nokkuð langan tíma því að ég þekki þetta ágætlega, ég hef verið í stjórnum lífeyrissjóða að ég hef harmað það í nokkuð langan tíma skerðingar og skerðingar hér á landi eru með því mesta sem við þekkjum í löndum, miðað við löndin sem við viljum bera okkur saman við. Og við sjálfstæðismenn við erum að leggja núna til breytingar á almannatryggingakerfinu og lífeyriskerfinu þannig að við erum að tala fyrir því að taka upp eitthvað sem heitir lífeyrisuppbót. Við höfum líka sagt það sem gríðarleg kjarabót fyrir bæði eldri borgara og öryrkja að við munum hækka frítekjumark atvinnutekna strax ef að við komumst í ríkisstjórn í 200.000 og það mun gerast strax og við munum standa við það og það þýðir að við viljum gefa þessum hópum meiri sveigjanleika í kerfið til þess að taka þátt í atvinnulífinu, til þess að vera virt á vinnumarkaði og geta þá leita sér bjargálna í kannski þröngri stöðu. Því að við vitum það að við eigum mikil réttindi í lífeyrissjóðunum okkar og þeir sem eiga minni réttindi eða jafnvel engin, að þá erum við að leggja það til að því fólki verði tryggð ákveðin lífeyrisréttindi og þá til hliðar geti fólk unnið í auknum mæli. Við myndumst á samgöngumálin aðeins áðan í sambandi Vestmannaeyjar. Það 2 stór samgöngumannvirki á Suðurlandi sem að verða tekin notkun á næstu árum. 2 brýr, stórar brýr, Ölfusá brú og
brú yfir Hornafjarðarfljót. Það talað veggjöld í báðum þessum tilfellum, samkvæmt samþykkt Alþingis. Ertu sammálað þessari stefnumörkun? Þetta mjög umdeilt mál, heyri ég í kjördæminu. Já, þetta umdeilt, en já, ég sammálað því vegna þess að ég kem úr, eins og þú sagðir, ég starfaði lengi fyrir Samtök iðnaðarins og Samtök iðnaðarins þau hafa metið það að viðhaldsþörf innviða á Íslandi sé líklega hátt í 150 milljarðar. Það bara viðhaldsþörfin fyrir utan þá nýjar framkvæmdir sem við þurfum að fara í. Það liggur í hlutari seðli að nú mun ríkissjóðir, við höfum verið í skuldasöfnun í gegnum COVID og okkur verður þrengra sniðinn stakkurinn til þess að fara kannski í mörg verkefni. Það eru takmörk fyrir því hvað við getum lagt mikið á ríkissjóð. Við erum líka að horfa í umhverfis- og loftslagsmálum á það að sífellt fleiri og fleiri kjósa að keyra á rafmagni og þar með munu skattar af bensíni og olíu verða minni. Þannig að við þurfum að horfa á nýjan strúktúr, hvernig við ætlum að byggja upp samgöngukerfið okkar og hvernig við horfum til framtíðar með breyttu neyslumynstri og þá nefni ég til dæmis í þessu sambandi rafmagnsbíla. Nú ætlum ég að segja þér, Óskar, bara sem sunnlendingur og íbúi hér í Hveragerði. Það náttúrulega algjörlega óásættanlegt, eins og staðan hefur verið hjá okkur hér núna í marga mánuði, að ég sé kannski 50 til 60 mínútur að keyra austur á Selfoss 10 kilometra kafla. Þannig staðan búin að vera hjá okkur lungan úr þessu ári og verður næstu árin og ég held að bara flestir íbúar væru tilbúin til að borga 200-300 krónur ef að við komumst bara á milli staða því að tím okkar líka verðmætur og dýrmætur. Þannig að ég held að við verðum að horfa á landið í heild að þeir borga sem nota og þá munum við einnig fá mun meiri tekjur af ferðamönnunum okkar sem að nýta vegakerfið. Við erum náttúrulega að falla tíma eins og alltaf í svona spjalli, en ég verð að spyrja þau sambandi við Hálendis þjóðgarðinn. Þú hefur nú lýst að þú sett ekki par hrifin að þessum hugmyndum umhverfisráðherra og þú hefur lýst þeim sem eiginlega gerræðislegum þessum hugmyndum. Hvað það í þessum hugmyndum sem að þér finnst gerræðislegt? Mér finnst það gerræðislegt að við ætlum að taka eins og hugmyndir hans hafa verið á 40% lands á Íslandi í verndun. Mér finnst líka gerræðislegt hvernig ráðherra hefur hagað sér eins og bara í síðustu viku þegar að hann friðar jökulfalli hér og Hvítá. Eiginlega að mér skilst án samráðs við til með sveitastjórnir og hlutaðeigendur. Það gerræðislegt. Það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur Íslendinga í svona stórum málum að við reynum að ná sátt það. Hálendið okkar auðlind og við þurfum auðvitað að ná sátt hvernig við ætlum að nýta þá auðlind. Rétt eins og við verðum að eiga sátt það hvernig við nýtum sjávarauðlindin okkar og svo orkuauðlindir okkar. Ég hef sagt að ég ekki á móti þjóðgörðum sem slíkum og við eigum til dæmis þjóðgarð sem heitir Vatnajökulsþjóðgarður. Þar hefur verið alls konar bras á rekstri hans og ég hef hvatt fólk til þess við skulum ná utan þann rekstur áður en við förum í að stækka eins og ég segja hátt í 40% af landi á Íslandi. Og við erum minni þess að inn í hugmyndum miðhálendisþjóðgarð nánast allt vatnasvæði Íslands. Þannig að ég treysti mér ekki til þess að taka núna framtíðarmöguleika barna minna og barnamanna til vaxtar af þeim. Ég treysti mér bara ekki til þess. En lokaspurning, Guðrún, í framhaldi af þessu, valla eru þið þá tilbúin til þess að fara að starfa áfram með Vinstri grænum því að þeir leggja alveg gríðarlega áherslu á þetta mál? Ég ný í pólitík og ég hef aldrei tekið þátt í stjórnarmyndunarviðræðum eða eitthvað slíkt. Formaður okkar, Bjarni Benediktsson, hann hefur sagt það að ef að ríkisstjórnin heldur velli í kosningum næstkomandi laugardag, að þá muni það liggja í hlutari seðli
að stjórnarflokkarnir núna munu setjast niður saman og ræða hvort það sé flötur og áframhaldandi samstarfi. Þannig að ég ætla ekki að útiloka neitt, ég er bara þannig manneskja, ég treysti mér til að vinna með öllum og það gerum við sjálfstæðismenn, þannig að við ætlum ekki að útiloka neitt. En vitaskuld að þá hefur okkur greint kannski mest á í þessu stjórnarsamstarfi að það eru í umhverfismálum og svo í heilbrigðismálum. Þetta verða lokaorðin í kvöld. Guðrún Hafsteinsdóttir, kæra þakki fyrir að vera með okkur í þættinum og bestu kveðjur suður. Takk fyrir það. Við látum þessu lokið í kvöld, verðum hér á sama tíma annað kvöld, sjáumst þá.